helsta sem ég fór yfir var bara ég var að tala hvernig það að vera foreldri á þessari tækniöld og það ábyrgð sem á okkur foreldrum og hvernig við getum lítið sem ekkert notað uppeldi sem við fengum frá okkar foreldrum. Það sem við erum á nýrri öld og þetta svo hröð þróun og við erum oft bara í raun og veru að finna upp uppeldi sjálf. Þannig að það svona basically sem ég var að tala og þessi aðalega bara leggja áherslu á þessi ábyrgð sem við berum, foreldrarnir. Já, sko mitt ráð til foreldra, þar sem ég segi við foreldrar, þið verða að taka þessu vinnu, þið verða að líta á þetta þitt hlutverk og tökum bara sem dæmi hvað börnin að gera. Við verðum að vera þarna og við verðum að kunna þetta og verðum að sjá þetta. Og ég tók sem dæmi, ég spila þá tölvuleiki sem sonur minn spilar, ég spila það með honum til að vita út af hvað það snýst og ég vil vera þarna að tekja þetta leiðbeint honum og sagt, þetta ekki nógu góð leikur, ef eitthvað á ljótt eða gróft, þá vil ég geta stíð inn. Ég með þau forrit í símanum mínu sem hann með í símanum til að geta séð út af hvað gengur þetta, hvað að gerast og út af hvað fjallar þetta. Þannig ég vil vera bara þarna til að geta leiðbeintin og mér finnst það svona kannski punkturinn í þessu þá að það er alltaf að tala um þess að gjá sem búið að myndast milli foreldra og barna. Við erum í öðrum heimi heldur þau því þau lifið þessi nútíma tölvuheimi. Svo gjá má ekki vera til. Þú þarft að brúa hana sjálfur og þú þarft að gera það kannski með fræðslu og bara námskeiði og læra til að komast þarna en þú þarft að vera þarna. Ég held að í dag þetta þannig að þetta lifir ofta voða stutt, margt af þessu og þetta þessu ofboðslega hraði og ég held ennþá eins og segi, það þreifingar, í dag vilja allir fara að búa til nýja samfélagsmiðla því að það það sem að blífar en ég held að það er ekki pláss fyrir þetta allt og ég held að þetta endi með því að það verður svona sortirað úr og það verður þannig að hluti deyja og einhverju ákveðnir hluti lifa áfram og enn og aftur ég held að samfélagið bara finni út úr þessu sjálft. Við munum nýta okkur þetta og aðrir hluti munum bara deyja.